Tryggvi, þá eru það tveir stórir leikir, mögulega stærstu leikir sem að íslenska körfknattleikslandslið hefur leikir núna í þessum nóvemberglugga. Hvernig stemmingin að koma inn í hópinn núna? Hún er bara mjög góð. Við komum bara saman í rauninni fyrst skipti núna í morgun og við erum bara að taka eina stuttæfingu og hún er bara nokkuð góð. Mér líst mjög vel á strákana. Vinnur liðið tvo risastóra sigri á þessu almanaksári 2022 á móti Ítalíu fyrst. Þú gleymir þeim leik sent. Það verður svolítið fastan lengi held ég í Ólafshalli. Svo Úkraínu núna í síðasta glugga. Hversu mikilvægt var það fyrir sjálfstraustið hjá liðinu að ná þessa sigra? Það er náttúrulega bara risastórt og sýnir hvað við getum gert og hvað við getum verið góðir þegar við spilum vel. Og ég held að við sem bara mjög góðir að vera solid upp á síðkvæmstu sérstaklega. Við erum að spila verulega vel, bara stanslaust og við erum ekkert að tapa svona dampinum eins og við höfum lent í áður. Þannig að það er bara mjög gott og lítum mjög vel út. En þetta Georgíulið, það sem þið takið á móti núna á föstudagskvöldi í Laugardalshöllinni, það er ansi sterkt lið, ekki? Jú, þetta er náttúrulega hörkugóðir leikmenn. Þeir eru náttúrulega bara 2 úr minni deild og 1 úr Euroleague og fleiri þannig sem eru mjög góðir og þeir eru bara að mæta með sitt besta lið sem þeir geta dregið upp til að spila mót okkur, sem bara sýnir hvað virðingu við erum komið með í þessum riðli, að menn bara þurfa að mæta með sitt besta lið og taka á því. Er ekkert erfitt að tempra draumana lokamót HM einhvern veginn og ætla að taka einn leik í einu? Ég reynir bara að hafa þetta svona eins fjarlægt að þetta er í rauninni. Það eru 4 leikir eftir og það er mikið eftir að gera þar til við komum þangað, þannig að það er bara 100% fókus á þennan eina leik fyrst og taka vel á honum og eftir það getum við séð hvernig staðan verður. Í þessum eina leik á föstudagskvöldið þá takið þið samt sem áður með sigri nokkuð stórt skref í áttina að lokamótinu. Já, þetta er í rauninni risastórt skref, eins og ég sagði hérna áðan að þetta er svona næstu verið 2 leikir þar sem að þetta er í rauninni okkar svona helstu keppnin stöðuna í þessum riðli, þannig að ef við vinnum þá og höfum þá 1 sigur upp á þá erum við náttúrulega komin í mjög góða stöðu. Komnir aftur heim í Laugardalshöllina, hvernig líður þér á fjölum hallarinnar? Ég hef náttúrulega verið það nokkuð oft áður og ég er bara glaður að koma aftur heim, eins gott að var í Ólafshallinum að spila þar, en það var náttúrulega alltaf skortur á sætum þar og við vonum að vera að lendi aftur í þeim vandamálum í höllinni, en það var náttúrulega miklu fleiri fólk. Það víst verið að setja saman einhverja brjálaða stuðningsmannasveit fyrir íslenska landsliðið, sem myndu segja tíminn til kominn? Mér bara líst ógeðslega vel á það. Ég er bara spenntur að sjá það. Frábært. Gangið vel. Takk.